Komið þið sæl. Ferðaþjónusta í dreifbýli, frumkvöðlastarfsemi og loftslagsbreytingar. Þetta meðal hugðarefna Stefáns Tryggvasonar og Sigríðarsonar á Þórisstöðum í Svalbarðsstrandarhreppi. Vertu velkomin. Takk. Stefán, þið fóruð út í ferðaþjónustu fyrir hátt í 20 árum, brugðuð búi, voru með mjólkurbú. Voruð þið ekki talin galin að gera þetta þá? Jú, allir það megi nú ekki segja það. Reyndar var búið að breyta útihúsum í Sveinbjarnargerði á þennan veg og þannig að svona Jónas var sennilega sá sem var talinn algalinn og við þá bara galinn en það reyndar varð okkur gott fordæmi þegar við fórum af stað. En þegar þið breyti þá fjósinu og útihúsum í ferðaþjónustu, þá ferðamannasprengjan, hún er ekkert hafin. Nei. Og á þessum tíma, fyrir 15 árum, þá er okkur reyndar sagt að ferðaþjónusta sé að breytast, hún sé að fara, öll markaðsending sé að fara inn á netið, það er að byrja þessar online bókunarvélar og hóparnir sé útleið og við seldum kvótan og ætluðum bara að taka þetta rólega og læra hægt og bítandi. En það var svo strax á öðru ári þegar við vorum komið yfir 20 herbergi, þá bara fóru ferðaskrifstofurnar að banka upp á og biðjum fyrir hópa. Og eftir 3-4 ár höfðum við bara svara því, viljum við vera í þessu hópadæmi eða ekki, og við ákváðum að gera það og það hefur raunverulega verið kjarninn í okkar starfsemi, þó við séum við alltaf líka með einstaklinga. En það hafa væntanlega komið einhverju til ykkar, vinir ykkar og varað ykkur við að þið séu að gera bölvaða vitleysu? Já, og þetta tók heilmikið á mig. Ég náttúrulega upplifði dýfur hvort ég væri virkilega að stefna bara hreinlega fjölskyldunni í óvissu með þessu, því að þarna náttúrulega höfðum við ekkert í hendi. En með því að gera það mikið sjálf og eins og segi taka frekar lítil skref hverju sinni, þá hefur þetta gengið mjög vel upp. En voruð þið búin að hugsa þetta eitthvað eða var það einhver bara skyndihrút þetta? Þetta var nú ágætlega hugsað, en hins vegar gerðist þetta á mjög skömmum tíma að við hættum með kýrnar, raunverulega bara á 3 mánuðum. Þá tökum við ákvörðun í febrúar 2004 að hætta og fyrst var nú hugmyndin að gera þetta í ákveðnum skrefum, en 1. maí vorið þá vorum við búin að losa okkur við kýrnar og fórum strax í að breyta, hreinsa út úr haughúsum og hlöðu og í júní árið eftir 2005 byrjuðum við með fyrstu 10 herbergin. Hverjir eru ykkar helstu gestir? Lengst af hafa það verið þýskumælandi gestir og af hverju veit ég ekki, því að það talar engin þýsku á hótelinu. En við sem sagt komumst mjög fljótt í samstarf við skrifstofur sem ýmist voru í Þýskalandi eða unnu mikið á þýska markaðnum og reyndar Svisslendinga og slíkt og það hefur orðið svona hryggjarstykkið í okkar starfsemi. Þetta aðeins að breytast núna, það hefur verið svolítið samdráttur á þýska markaðnum og það er komið neitt meira Ítalir, Frakkar en í sjálfu sér höfum við fengið fólk alls staðar að úr heiminum í gegnum árin. En þetta eru þá þið gerið út á rúturnar, þær koma gestirnir koma þá bara í kvöldmat og eru svo farnir eldsnemma á morgnana? Já, þetta eru svo sem 1 og 2 náttahópar, einstaka sinnum 3 nátta. En heilt yfir þá eru þeir að koma í hús við getum sagt í kringum 6-leytið og já, flestir borða, við erum með hlaðborð klukkan 7 og þetta fólk er yfirleitt gengið til náða upp úr 10 og svo farið, eins og þú segir, fyrir allar aldir. En þetta er sömu ferðaskrifstofurnar þá sem að þið hafið verslað við í allan þennan tíma? Já, mjög mikið. Það hlýtur að vera ansið þægilegt eða hvað upp á alla markaðssetninguna að vera með þessi viðskipta sambönd ár eftir ár. Já, það er bara ekki nokkuð spurning og við höfum ekki verið á þessum bókunarvélum Expedia og Booking og slíkum, heldur eingöngu með þessi
ferðaskrifstofusambönd og viljað halda herbergjum lausum fyrir þá, ekki síst af því að þeir núna í sendið hafa í vaxandi mæli sendt sko einstaklinga bílalögu fólkið. Þannig að þó að það sé annarkot ekki hópur eða lítill hópur þá erum við með fullt af einstaklingum líka. Þannig að þetta hefur bara verið mjög farsælt að vinna með þessum. En þeir útlendingar sem eru að koma hingað til Íslands, eru þeir sem sagt fyrst og fremst komnir hingað til þess að skoða íslenska náttúru og njóta? Já, og ferðaskrifstofurnar eru sér auðvitað alveg meðvitaður það að við erum aðeins fyrir utan þéttbýlið og velja okkur að hluta til þess vegna þess að þetta eru mikið náttúruunnendur, þetta fólk á miðjum aldri og eldra fólk að stærstu leyti í hópunum og þetta fólk sem já, ég segi nú stundum að hérna, þessi klassíski þýski gestur minn hann þannig að kallinn fær sér einn stóran bjór og konan vínglas og svo taka þau göngufernir á sjó og eru svo komin í ró upp á 10, missa oft af sólarlaginu. En þeir sem eru koma til ykkar á bílalegu bílum, maður svona veltir því stundum fyrir sér, hafið þið stundum jafnvel áhrif á gestina hvert þeir fara næst, eða eru þeir að spyrja ykkur hérna, hvert á ég fara á morgun? Oft á tíðum er það. Það bæði svona vorin og haustin það náttúrulega vegna ástandsvega og annað slíkt, en svo þetta snýst þetta mikið um aðþrengingu. Þar náttúrulega hvalaskoðunin lang vinsælust, hestaferðir kannski næstar, en já, fólk leitar auðvitað mikið ráða hjá okkur og við reynum að miðla auðvitað því sem við getum. Við erum ekki að bóka mikið en hringjum hérna fyrir fólk og hjálpum þeim að finna tímasetningar og verð og annað slíkt. En þegar maður búinn að vera svona lengi í þessum bransa eins og þið, ykkar tekjur eru að langstærstum hluta þá væntanlega í erlendum gjaldeyri, þú kannast alveg við sveiflurnar á genginu? Já, í okkar tilfelli var það þannig að ég var að gefa út verð fyrir 5-6 árum, sennilega í evrum, að miða við gengi 150-155 minni mig. Og svo náttúrulega breytist þetta þannig að við vorum að fá í þarna 3-4 ár tekjur sem voru, þegar gengið var mjög óhagstætt. Og sem sagt fyrir sísonið fyrra þá hætti ég að selja í evrum. Og þrátt fyrir svolítið samdrátt í gistinóttum í fyrra þá kom það svipað út í tekjum vegna þessa. En núna verið svona að tala og það eru svona blikur á lofti eftir fall Vá til dæmis. Hvernig staðan hjá þér til dæmis í sumar og fram á haustið? Sko, það var einn hópur sem ég man eftir sem að beinlínis afbókaði sig í sennilega apríl, frekar í maí vegna Vá. En að öðru leyti hafa menn sagt að við höfum tíma til að leita að öðru flugi og það virðist hafa gengið í langflestum tilfellum eftir. Ég upplifi þetta svona áþekkt fyrri sumrum en þó finnst mér að það sé slakara að maímánuður og svo haustið. En þessi svona klassíski 100 daga kúfur, mér sýnst að hann vera áþekkur. En þú náttúrulega hefur fylgst með þessum gríðarlega vexti í íslenskri ferðaþjónustu. Eru að spretta upp svona alls konar spekulantar sem að bara líta á þetta sem gullgrafara tíma einhvern? Vafalaust hefur það svo sem gerst en kannski ekki á stóra skalanum. Sko stærsta breytingi þarna Airbnb gistingin. Þar hafa einstaklingar geta nýtt sér bæði hagstæða löggjöf og svona þennan vöxt og farið út í að leigja íbúðir eða hluta af húsum sínum og það leysti heilmikið af þessari miklu eftirspurn. En þetta er ekki gott fyrir greinina og þessi hraði vöxtur hefur auðvitað verið allt og hraður og eðlilega kemur þetta í bakið á okkur núna þegar að dregur úr. Það bara
gjörsamlega það sem við máttum eiga von á. Ég hef svo sem, frá því ég kom inn í þessa grein, þá hef ég viljað fara aðrar leiðir. Ég hef talið að við ættum að einbeita okkur miklu meira að betur settu fólki, það er að segja bara einfallega efna meira fólki og lengri dvalartíma. Og ég hef viljað setja miklu meiri takmarkanir á raunverulega aðkomu fólks til landsins og get svo sem rakið það í löngu máli. En er hægt að stýra því? Já, ég tel að það sé hægt. Það dæmis að ég nefni oftast eru kamperbílarnir. Því óskupunum setjum við ekki eina litla reglugerð þar sem að bara það er ekki heimilt að leigja þessa bíla nema að fólk geti framvís að passa gistingu á tjaldsvæðum. Þar með þetta værum við búin að setja undir þennan leka að fólk sé að ganga örna sinna hér og hvar í íslenskri náttúru. Fyrir mér þetta í sjálfu sér mjög einfalt atriði. Og það má náttúrulega nefna fleiri dæmi. Ég vildi fara þá leið að ríkið hefði forgöngu að byggja upp upplýsingamiðstöðvar og þetta var nú svona þegar umræðin gjaldtökuna stóð sem hæst og ég hefði viljað fara sömu leið og var farin í hafnargerð á Íslandi. Það er að segja með aðstoð ríkisins byggðu sveitarfélög upp hafnir og þær eru náttúrulega lykillinn að sjávarútveginu og með sama hætti hefði ég viljað byggja upp þessar upplýsingamiðstöðvar á landinu við fjölsóttustu ferðamannastaðina. Ríkið hefði kostað gerð þessara bygginga og í samráði við til dæmis listafólk og slíka, tryggt aðkomuna, tryggt bílastæðin, tryggt upplýsingagjöfina og öryggismálin en látið svo landeigendum og staðarhöldurum eftir að nýta fólksfjölda sem kæmi á þessa staði til að selja þjónustu, veitingar, minjagrippi og annað slíkt. Og með þessum hætti hefði tekist að mínu viti að hafa miklu meira utanumhald yfir ekki bara gjaldtökuna heldur líka dreifingu ferðamanna. En hvernig það til dæmis hjá þér? Ertu með mikið útlendingum í vinnu? Nei, við höfum satt að segja í þessi 15 ár aldrei verið með erlend starfsfólk utan eina þýska konu í 3 ár sem að bjó reyndar hérna. En annars þetta bara nágrannar okkar úr sveitinni, Eyjafjarðarsveit, Akureyri og fólk sem hjá okkur meira og minna ár eftir ár. En þú kannast náttúrulega við alla þessar fréttir ofur álagningu og það margt mjög dýrt á Íslandi. Er ekki bara græðgin að fara með okkur? Jú, að sumu leyti það algjörlega rétt, en hins vegar verður það auðvitað að segjast að þegar þú ert að fá gesti og ég hef stundum sagt að seinni milljónin af þessum 2 sem að koma hingað auðvitað í eðli sínu lág budget fólk. Þetta fólk sem að nýta sér mjög ódýrar og óeðlilega ódýrt flug til landsins og hefur mjög lítil auraráð og eðlilega finnst þessu fólki allt dýrt. Þannig að við þurfum auðvitað ekki að láta það koma okkur á óvart að yfir okkur hellist slíku umræða. Ég held hún sé ansi mikið bundið við þennan hóp. Tölum svolítið frumkvöðla starfsemi. Þú hefur vakið athygli fyrir ýmsar hugmyndir. Hvernig það með þig þegar þú vaknar á morgnana? Vaknar þá bara stútfullur af nýjum hugmyndum? Nei, það nú kannski ómikið sagt en sko þú voru að athuga það, Karl, að ég að vinna einn lungan úr deginum og hef gert þar umverulega alla mína starfsævi, bæði fyrst sem bóndi og einyrki þar og síðan núna sérstaklega í seinni tíð þá hef ég unnið mikið bara yfir sumarið úti sem garðyrkjumaður. Ég bara að slá blettina og sinna svona umhverfinu og ég hlusta ekki útvarp. Ég læt mér nægja að hlusta sjálf á mig. En ég skal viðurkenna það að stundum þar ég svona ná mig svolítið niður á kvöldin og ég hef nú svona þá vinnuregla. Ég reyna að láta á það reyna hvort að hugmyndin lifir í 3 vikur
áður en ég fer eitthvað svona básúnuna en það eru tölvöld hugmyndir sem lifa alls ekki þessar 3 vikur. Já, það þá sem sagt þannig hjá þér að þú opinberar ekki þínar hugmyndir alveg strax fyrir þú búin að svona melta þér aðeins. Já, það fer svona auðvitað svolítið eftir viðmælendunum hvað ég get verið bulla mikið sko en nei, það sem ég læt nú frá mér er ég yfirleitt búin að hugsa býsna mikið og oft á tíðum finnst mér gott að láta sitta á blað þessar hugmyndir. En þú fékkst verðlaun fyrir hugmynd mitt sem að svona vaktir þjóðarathygli, hvernig nætti að nýta heita vatnir úr Vaðlaheiðargöngum og það bara sko mjög stór hugmynd heldur betur. Já, vissulega, en hins vegar það kannski á sinn hátt öðruvísi hugmynd heldur en kannski ýmsar aðra sem ég fæ að það var náttúrulega ljóst að þetta yrði, sko framkvæmdin yrði í höndum annara og aðkoma mín eftir að ég var búinn að skila hugmyndinni yrði kannski ekki mikil en ég hef svo sem líka látið það eftir mér að þykjast hafa lausnir á vandamálum annara og á þess að ég ætla að framkvæma þær og að því leytinu svona spannar þetta stundum allan skalan en ég einbeiti mér nú svona fyrst og fremst að hugmyndi sem ég að framkvæma sjálfur. En hvernig það með svona frumkvöðla, það mikilvægt eða eiginlega kannski bara líklega lykilatriði, það að trúa á sínar hugmyndir? Vissulega. Sko ég finn nú mjög svona varlega í að kalla mig frumkvöðul. Það svolítið stórt orð og ég kann nú bara betur við að vera svona dundari. En það auðvitað þannig að sko ef að þú ekki sjálfur trúir á hugmyndina þá náttúrulega getur ekki ætlast til þess að aðrir trúa á hana. Og margt af þessum hugmyndum sem að maður fær, þær eru hluti af kannski stærra hugmyndakerfi eða stærri lausnum. Það bara oft á tíðum eðli máls. Ég ekki sko að finna upp einhverja nýja tegunda sko á glasi sko sem að fyllir sig sjálft eða eitthvað svoleiðis. En ég hef mikið velt fyrir mér svona ýmsum hlutum varðandi meðferð á úrgangi og hef til dæmis sagt að það sé með ólíkindum að við skulum ekki vera með endurvinnsluvél inn í eldhúsunum okkar, þessum tækjahlöðnu eldhúsum okkar vestrænna velmegandi fjölskyldna, en það er ekki þannig. En hvernig það þá í eldhúsinu hjá þér þegar þú viðrar hugmyndir? Þú nú stundum alveg bara slegin bara niður með hugmyndirna þegar þú viðrar eftir 3 vikurnar? Já, það sjálfsögðu og ég á mér mína viðmælendur sem að ég einmitt nota til að fá gagnrýni á hugmyndirnar og það nú bara fjölskyldan auðvitað mér dýrmætust, böndin mín og konan og þó að þau séu ekkert grimm við mig þá skynja ég mjög mikið bara hvernig svona tónninn í svörunum, hvort að þetta er til vinsælda fallið eða ekki. Þú skrifaðir grein daginn og birtir sem að bara yfirskriftina afi þykir þér ekkert vænt mig. Já, það nú svona sumiliti mín leið til þess að tappa svolítið af mér þegar ég búinn að hugsa mikið einhverja hluti lengi og þá kannski endar með þegar ég hnoða saman í grein og í þess tilfelli það voru kannski þessir þættir í ríkissjónvarpinu loftslagsmálin sem að svona, og það sem hefur gerst í kjölfar þessara þáttaseríu sem að gerði það verkum að mér fannst einhvern veginn umræðan vera þess eðlis að við tökum öll undir þessa vá og þennan ótta og þessa hættu og málin eru sett í nefndir og það verið að skoða hlutina og gera einhverjar alþjóðasamning og annað slíkt en ég hallast að því að við sem einstaklingar verðum að gangast við okkar ábyrgð og við erum kynslóðin sem að skapaði þessa eftirspurn sem að hefur orðið til þess að allt þetta vöruframboð hefur orðið til sem
satt að segja bara alveg ógnvænlegt. Það þess að okkar lífstíl sem að fara með okkur? Það er okkar lífstíl. Og í sjálfu sér erum við sammála held ég þetta. Málið er meira hvernig og hvaða lausnir við þurfum að grípa til. Og þar eins og ég segi, og greinin gekk á nokkur leit út og það að benda bara einfallega á þessi smáatriði, þessi við hvert og eitt verðum að horfast í augu við og breyta. Og það sé raunverulega lykillinn að því að stjórnvöld og atvinnulífið bregðist við. Það er eftirspurn okkar neytendana. Ertu hræddur? Já, ég er hræddur. Ég verð að viðurkenna það að ég fékk snemma áhuga á umhverfismálum. Geta rakið það bara aftur í menntaskóla árin mín í menntaskólanum í Hamrahlíð og hafði þar góða líffræðikennara og einhvern handamáta var þetta til þess að ég hef alla til síðan hugsað mikið umhverfismál. Og ég lít þannig á að við séum að upplifa núna síðustu 200 ár sem að eru bara sekúndur á lífsklukkunni. En breytingarnar sem hafa orðið á þessum árum eru svo gríðarlegar að ef að þær halda áfram með sama hraða þá stefnir í óefni. Ég vil bara því miður að segja að það er óhjákvæmilegt. Ég tel hins vegar að það þurfi ekki að fara þannig. Við getum breytt af þessari leið. 2, 3, 4 atriði sem að við getum breytt en myndu skipta miklu. Já, ég skal bara nefna ákveðna hluti sem ég hef verið með í huga. Við skulum segja bara við ákveðum það hvert og eitt að við hættum að fljúga öðruvísi heldur en að það sé þá dvalartími til dæmis til 5 daga eða vikur lágmarki. Ég tel að það væri strax mjög æskilegt að við bara hugsuðum þannig að það væri markmið hjá okkur, draga þannig úr þessari miklu ferðatíðni. Varðandi öll innkaup þá er í sjálfu sér mjög auðvelt að láta svona fara hugan annars vegar hversu langan veg þessi vara hefur verið flutt og nú kemur í kjörbúðina og síðan umbúðirnar sem að þessu fylgja. Og ég hef reyndar vilja ganga svo langt að ég vil banna sveitarfélögunum að sækja sorp heim til okkar. Mín rök eru þau að fyrst að við getum borið alla þessa vöru heim úr markaðnum, heim í eldhús, sama á hvaða aldri við erum, sama í hvaða líkamlegu ástandi við erum, þá getum við losað okkur við þessar umbúðir sem við erum fyrst og fremst að tala um. En til þess þá þurfum við að gera hlutina með öðrum hætti heldur en núna er. En það að kaupa vörur fyrir 10.000 kall og losa okkur svo við þriðjunginn af því sem umbúðir án þess að við sem einstaklingar þurfum með nokkurn handamáta að bera ábyrgð á því það er hlutur sem getur ekki gengið. Þessar hugsanir þínar allar og áhyggjur, hafa þeir áhrif á reksturinn á þínu sveitahóteli? Að vissu leyti. Ég hef löngum sagt að mitt framlag í umhverfismálum, mitt stærsta framlag er raunverulega að endurbyggja 2 bújarðir og nýta útihús sem þar voru undir núna 90 rúma hótel. Það segi ég að er mitt stærsta einstaka framlag. En við auðvitað flokkum og ég gerir sjálfur moltu og það er auðvitað fullt af svona smærri hlutum sem við látum bæði gestina að sjá og reynum að tilhenga okkur og matarsóunar auðvitað eitur í okkar beinum. Þannig að það eru mörg slík atriði sem að tikka. En það er ekki þannig að ég sé að hafa með beinum hætti að leggja boð og bönn á fjölskyldumeðlimi til dæmis þeirra neysluverur. Það verður bara hver og einn að finna sína fjöl í þessu og ég gerir mér sjálfsögðu ljóst að þetta tekur þetta langan tíma en við verðum að, held ég, að finna þetta hvert og eitt á okkar hegðun, daglegri hegðun. Við verðum að leggja eitthvað til málanna og við verðum að á vissan hátt fórna einhverju af þeim
þægindum og þeirri neyslu sem við erum að upplifa í dag. En þrátt fyrir að þú svona óttist framtíðina, við verðum að taka okkur á í þessum efnum, það mikið að gerast hjá okkur í ferðaþjónustunni, það nú svolítið gaman að vera til, heyri ég að þér. Absolutt. Og að því þú nefnir þetta með ferðamennskuna, þá held ég megi til með að nefna það möguleika sem að felst í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Ég held að við höfum fjarri því nýtt þá hluti ennþá. Norðurstrandarvegurinn sem við vitum nú að er nýkominn til, hann er kannski besta dæmið þessa svona nýju hugsun, þar sem að í þessu tilfelli Norðurland að marka sér sérstöðu og öðruvísi ferðamennsku. Þarna gert ráð fyrir því að ferðamaðurinn fari hægari yfir, hann dvelji lengur á svæðinu og ég held að svæðið sem liggur utan dagsferða radíusins frá Reykjavík, við erum að tala þess að svæði norðan Holtavörðuheiðar og Hafnar í Hornafirði sennilega, eitthvað svoleiðis. Þetta er svæði sem við eigum að markaðsetja sem annað Ísland. Ég hef þetta leyft mér að kalla það Real Iceland. Og hugsa þá þannig að gesturinn sem að velta Íslandsferð fyrir sér, hann taki strax við eldhúsborðið heima hjá sér ákvörður það hvers konar Íslandsferð hann ætlar að fara í. Og með núna sem betur fer beinu flugi inn á svæði sem að vonandi á eftir að þróast og þroskast, þá opnast þessi möguleiki í meira mæli. En ég held að talandi samdrátt í ferðaþjónustu, þá eigum við svolítið út á landsbyggðunum að hugsa þannig að höggið sem að þessu fylgir verður miklu meira fyrir sunnan heldur en í okkur. Þetta þann hátt sambærilegt við bankahrunið. Það var löngum talað að áhrifin af því væru mikið minni út land og ég held að það sé rétt og ég held að það sama gildi núna ef það kemur til einhvers samdráttar sem heitir í ferðaþjónustu og þar að ekki tel ég að tækifærir okkar til þess að fara í annars konar markaðssetningu, þau séu öll til staðar og geti hreinlega skilað okkur meiri farsæld til lengri tíma. Stefán, ferðaþjónustu bóndi á Þórisstöðum í Svalbarðsstrandarhreppi. Þakka þér fyrir spjallið og þú heldur áfram að fá góðar hugmyndir og gangiði vel. Takk.